Kæru nýnemar, það er mér mikil ánægja að bjóða ykkur velkomin til náms á Hugvísindasviði Háskóla Íslands. Ég heiti Ólöf Garðarsdóttir og er forseti Hugvísindasviðs. Það er ánægjulegt að starfsemi háskólans skuli aftur komin í hefðbundi horf eftir COVID-faraldur sem hefur skert starfsemi háskólans og annarra menntastofnana verulega. Sjálf gat ég því miður ekki verið með ykkur augliti til auglitis í dag, en á þess vonandi kost að fá að hitta ykkur við annað tækifæri. Starfsemi háskólans er skipt upp í 5 fræðasvið sem hvert sig tekur á ákveðnum þáttum mannlegs samfélags. Hugvísindasvið hefur vissa lykilstöðu innan háskólans, enda er íslensk menning, íslensk samfélag og íslensk tunga meðal helstu viðfangsefna sviðsins. Að auki er sviði leiðandi í fjölþættum rannsóknum og kennslu á sviði menningar, tungumála, trúarbragða, sagnfræði, fornleifafræði og heimspeki. Aðalbygging Háskóla Íslands, ein af elstu byggingum á háskólasvæðinu, er að mörgu leyti miðjan í starfsemi skólans. Skrifstofa Hugvísindasviðs er staðsett þar á efstu hæð. Þar starfa deildarstjórar fyrir hverja deild sviðsins og verkefnisstjórar sem hafa ólík sérsvið og sem geta svarað spurningum sem upp kunna koma hjá ykkur nemendum. Oft er einfaldast að hafa samband við skrifstofuna í gegnum tölvupóst, en ég vil líka benda ykkur á netspjall skrifstofunnar þar sem þið getur fengið svör við flestum þeim spurningum sem vakna við upphaf náms. Hugvísindasvið skiptist í 4 deildir. Engin þessara deilda hefur fastan samastað, en segja má að kennarar í guðfræði og trúarbragðafræðideild séu allir með aðstöðu á efstu hæð aðalbyggingar. Kennarar deildar heimspeki, sagnfræði og fornleifafræði eru flestir með skrifstofur í Árnagarði, þar sem íslensku handritin eru geymd í stofnun Árna Magnússonar. Nokkur í kennaradeildarinnar sitja í Gimli og aðrir í Nýjagarði. Kennarar í íslensku og menningadeild eru flestir með skrifstofur í Árnagarði, en einnig í Nýjagarði og í aðalbyggingu. Nær allir kennarar í mál- og menningadeild er í Veröld, húsi Vigdísar, þar að segja því húsi sem við erum í núna, og er það hús mikilvægur miðpunktur rannsókna á sviði tungumál og menningar. Nú verður að leggja lokahönd á nýtt hús fyrir íslenskuna, hús íslenskunar, sem verður tilbúið eftir tæpt ár. Þar munu og aukskrifstofa fyrir kennara í íslensku verða samastaði fyrir stofnun Árna Magnússonar og þar með fyrir handritin íslensku. Líkt og aðrar þjóðir hefur íslenskt samfélag þurft að takast á við heimsfaraldur undanfarin 3 ár. Þessi tími hefur verið mörgum erfiður. Þótt sjúkdómurinn sem slíkur hafa almennt séð ekki haft alvarlega áhrif á fólk á ykkar aldri, hafa þær takmarkanir sem settur voru á meðan á faraldrinum stóð reynst ungu fólki mjög erfiðar. Mörg ykkar sem hafi nýlega lokið framhaldsskólanámi hafi þurft að sinna verulegum hluta námsins að heiman. Auk þess sem félagslíf í framhaldsskólum hefur verið í lamasessi. Líkt og aðra menntastofnanir þurfti Háskóli Íslands líka að breyta starfsháttum sínum á meðan á faraldrinum stóð. Bæði nemendur og kennarar hafa sýnt mikinn sveigjanleika og seiglu á þessum erfiðu tímum og háskólinn hefur haldið uppi öflugri kennslu meðal annars með hjálp fjarfundabúnaðar. Samfélagslega áhrif heimsfaraldursins eiga vissulega einhverju leyti eftir að koma í ljós, en það er ánægjulegt að nefna að brotthvarf úr námi í HÍ virðist ekki hafa aukist á meðan á faraldrinum stóð. Ég er þess fullviss að þótt síðustu 3 ár hafi verið okkur öllum þungbær, hefur ástandið haft í för með sér ákveðna jákvæða breytingar í kennsluháttum við háskólan. Rafræni kennsluhættir eru þannig almennari en áður. Þar má nefna svokölluð vendikennsla þar sem að kennarar leggja inn efni á Canvas síðu námskeiða fyrir tíma er orðin talsvert almenn á sviðinu. Á Hugvísindasviði er flest nám samt skipulagt sem staðnám, þótt nokkur stæmi sé fjarnám og sveigjanlegt nám. Ég vil hvetja ykkur til að mæta í skólan og taka virkan þátt í því spennandi námi og starfi sem hér fer fram. Hugið að líka félagslífinu og að möguleikanum á að taka virkan þátt í starfsemi háskólans. Stúdentar eiga sína fulltrúa í stjórn fræðasviðana og í öllum helstu nefndum sviða og deilda, og í stúdentaráði háskólans sitja 5 nemendur kjörnir af Hugvísindasviði og mynda sviðsráð nemenda á sviðinu. Þá eru starfandi nemendafélög í einstökum greinum sem ég hvet ykkur til að taka þátt í. Háskólanám er nefnilega svo miklu meira en að hlusta á fyrirlestra og taka þátt í umræðum í tímum.
Þáttaka í félagsstarfi og samræður yfir kaffibolla námið og knýjandi samfélagsmálefni ekki síður mikilvægur þáttur í lífi og starfi háskólaborgara. Með þessum orðum óska ég ykkur góðs gengis í háskólanum. Verið duglega að nýta ykkur þá möguleika sem bjóðast í háskólanum og gangi ykkur sem allra best.